Í þessu myndbandi ætla ég að útskýra hvað flökkusímanúmer er. Þetta kallast á ensku DAD phone number, en DAD stendur fyrir Direct Inward Dialing. Já, þetta komið símanúmer á skjáinn 497014 sem dæmi símanúmer sem að viðskiptavinur geti fengið hjá okkur. Já, við skulum byrja hérna á dæmi að Íslendingur sé búsettur í Kanada og hann fái þetta símanúmer frá SmartNetphone 497014 og skulum segja að farsímanúmeri hjá hann í Kanada sé 1604 1234567. Já, svo í þessu tilfelli þá myndi viðskiptavinur okkar vilja að þegar hringt í 497-1014, íslenska númerið, að þá myndi hringja hjá honum í farsímanum í Kanada í þessu númeri hérna, 1604 1234567. Og þetta tekur bara 1 mínútu að breyta og það sýnir hvernig það er gert. Já, ég er komin hérna inn á smartnetphone.is, innskrá HTML, og eftir ég er búin að setja inn notendanafn og lykilorð, þá ýti ég einfaldlega hérna á innskrá. Já, þegar ég er komin inn á þessa síðu hérna, þá þarf ég að velja hérna My Profile og svo þarf ég að fara hérna í Call Forwarding Configuration og við sjáum hérna að stendur hérna Service Status Disable sem að því þetta er ekki virt, svo ég ætla að breyta þessu hérna í Enable og svo þarf ég að setja númeri hérna inn sem að ég vill að íslenska símanúmerið áfram sendist á. Já, svo þegar ég er búin að setja þetta símanúmer í þennan glugga hérna, þá þarf ég að fara neðst á síðu og ýta hérna á Update Profile til að vista þessar breytingar. Já, nú sjáum við hérna, kemur hérna Profile Updated Successfully, sem þýðir að breytingarna voru vistaðar og við sjáum líka hérna Service Status Enable, sem þýðir að þessi möguleiki er virkur núna og Forward to eða áfram sendt til 1604 1234567 sem þýðir að núna að alltaf þegar hringt í 497-1014 þá mun hringja símanúmerið í Kanada. Já, þessu er síðan hægt að breyta í hvaða númer sem er og hvenær sem er og ef við tækjum sem dæmi að þessi Íslendingur myndi flytja til Bandaríkjanna seinna meir þá getur hann auðveldlega breytt hvaða númeri hann vill áfram senda í og þetta tekur bara 1 mínútu að gera. Já, nú skulum við skoða hvað þetta myndi kosta fyrir Íslending búsettan í Kanada að vera með íslenskt símanúmer hjá okkur og ég komin hérna inn á mínútu verðskrána hjá SmartNetphone og verðskráin er skráð á ensku í stafrófsröð og ég þarf að finna hérna Kanada því að símanúmerið er áfram sendt í kanadískt númer. Svo ýti hérna sé til að finna Kanada. Við sjáum að verð í Kanada er 2,50 á mínútu og það sem er aðeins eitt verð listað, þá er sama verð bæði í farsíma og landlínur. Svo þetta þýðir rauninni að alltaf þegar hringt í íslenska símanúmerið, þá áfram sendist það í kanadíska númerið og þessi íslenski viðskiptavinur hjá okkur borgar 2,50 fyrir móttekin símtöl, 2,50 á mínútu fyrir móttekin símtöl. Nú, við myndum nefna annað dæmi og segja að viðskiptavinur væri í Danmörku, þá ýti ég hérna á D og þá sjáum við að það eru 2 verð, að Danmörk landlínur er 2,80 á mínútu og Danmörk farsímar eru 8 krónur á mínútu. Já, svo ef að viðskiptavinur myndi áfram senda íslenska símanúmerið í danskan heimasíma, þá myndi að borga 2,80 á mínútu fyrir móttekin símtöl. Þeir sem að hringja íslenska símanúmerið þitt þurfa ekki að vera skráðir í okkar kerfi og hringja einfaldlega í þig frá íslensku farsíma eða heimasíma á innlendum taxta. Íslenska símanúmer er að því leyti alveg eins og hvert annað íslensk símanúmer nema þú þann sniðuða möguleika að geta áframsent símanúmerið hvers sem er í heiminum á okkar lágu mínútu verðum. Þú getur að sjálfsögðu verið með sama SmartNetphone reikningin til að nota alla okkar þjónustumöguleika. Þú getur til dæmis nota forritni hjá okkur til að hringja frá hvaða landi sem er í heiminum. En það er líka góður aukamöguleiki að hafa íslensk símanúmer frá okkur. Við erum með sérstakt tilboð í gangi núna og þeir sem að panta innegni á okkur fyrir 5.000 krónur fá frítt íslensk flökkusímanúmer hjá okkur í kaupbæti. Já, ég taka fram að þegar þú kaupir innegni á SmartNetphone að þá er engin gildistími á þeirri innegn að þú þurfur eitthvað að nota hana innan mánaðar eða svoleiðis annars mun hún fara í 0 sem er mjög algengt
til dæmis hjá farsímafyrirtæki. Svo það dregst aðeins frá innegninni þegar þú nota kerfi hjá okkur. Þú mátt vera 2 ára að nota innegnina þess vegna og við erum ekki að taka neina auka gjöld og þetta lengi að nota innegnina. Það er fjölmargir möguleikar að nota Smart Netphone til að hringja frá Íslandi til útlanda eða frá útlöndum til Íslands og jafnvel innan Ísland. Og það eru dæmi að það er alltaf 100 sem mótir að nota okkur heldur en til dæmis að nota íslenska farsíma í útlöndum. Og við mælum með að við skoðum öll okkar myndbönd til að skilja og sjá hvernig við getum nota Smart Netphone til að spara verulega peninga þegar þú ert að hringja.